hvorugt okkar að þykjast hér sitjandi vita þau, sko. Nei. Mér finnst þetta rosa áhugaverð þessi reynsla sem þú ert að deila hérna með þín alvarlegu veikindi. Þetta er náttúrulega engin smá verkefni sem þú ert að lýsa og ég þekki sjálfur að veikjast lífshættulega og takast á við það og mér fannst sko þau veikindi dýpka mína trú verulega. Já. Af því maður er einhvern veginn búinn að missa allt. Já. Eins og þú ert, Heilsan er bara farin. já, veist, og maður er búinn að missa alla stjórn líka. Og, veist, og þú ert að lýsa því hérna fyrir mér, maður er búinn að leggja traust sitt á einhverja lækna og ekki einu sinni víst hvort að það dugi. Það er allt farið einhvern veginn. Og þá kemur maður að svona svolítið dýpri pælingum. Sko, í mínum huga er tilgangur trúarbragða að minnka egóið í fólki. Já. Af því við erum öll að fást stórt egó. Og þarna þegar maður lendir í svona stóru áfalli eins og þú varst að deila með mér þá er náttúrulega, þá fellur egóið niður, það er ekkert eftir. Ekkert. Og þar er einmitt verður oft svolítið svona trúarleg reynsla í fólki, sko. Já. Og þannig ég tel mig skilja mjög vel það sem varst að tala um. Já. Maður verður svo berskjaldaður, gáðuna manns virka ekki, ráði manns virka ekki, hver maður er afhjúpast, skilurðu, stéttstaða, aldur, útlit, afrek, það er allt farið, skilurðu. Skiptir engu máli. Nei, það er ekkert eftir maður bara kjarnin. Þetta er kjarni trúaranna fyrst mér, sko. Já. Ég er alveg mjög sammálaði, sko, af því að því ég hef upplifað þetta og en þú varst segja með þín veikindi, hvað getur þú sagt mér aðeins svona um það? Já, það var fyrir 2 árum, eða bara akkurat núna þessum dögum, sko, þá uppgötaðist, ég var með ónýta ósæðalóku. Já. Og Hvernig uppgötaðist það? Því ég bara veiktist illa. Já. Og ég var í leikfimi og allt í einu bara, svo kemur alltaf bara eftir á ég er búin að finna engin í mörg ár en bara hefði þurft að fá meðhöndlun fyrir örugglega 10 árum eða eitthvað, sko. Það er eins og það er. En já, og veiktist ég bara og krassaði og þá var komið ljós að hjartalokkan var orðin föst og búin að stækka hjartað og valda hjartaáfalli, þannig að hjartað var orðin mjög skemmt. Já. Þannig að ég var bara farin að berast við lífi mínu og þurfti að fara í svona stíndi stóra aðgerð og svaf á gjörgæslu í 8 daga og var þar í hálfa mánuð. Á gjörgæslu? Já. Wow. Og var svona bara hætt komin mjög. En hér er ég nú svo. Og þannig að ég hef upplifað eins og þú að maður missir alla stjórn.